Góðan daginn, gott fólk og velkomin til þessara stundar sem við vitum orðið einhver skil á, hvað framfer á og við bregðum ekki út af venjunni að þessu sinni því að þessi stund frátekin fyrir Jesú Krist eins og allir hinir þættirnir á undan og þeir eru orðin nokkuð margir. Allir séu gjörnir yfir 100, svona já, kannski 200, allir frá byrjun. Ég hef enga tölu á þeim, enda aðalatriðið að keyra áfram, því að þessi dagur dagur sem okkur var gefinn til að mynda til trúboðs og kristniboðs, þar sem það á við. Þannig að allt þetta enn í gangi, en allavega þetta stoppar með mér. Ef ég stíg út úr þessu, þá stoppar þetta með mér. Ekki svo að skilja þetta sé eitthvað lykilverkana, en það ekki það sem við erum að tala heldur þetta eitt atriði sem drottinn Jesú Kristur að nota til að útbreiða sjálfan sig. Og ekki útbreiða sjálfan sig bara, heldur styrkja þá innviði sem þegar eru fyrir hendi og þessir innviðir eru nú bara ég og þú. Og ekkert minna það. Og við erum sem sagt fólk sem þurfum að heyra hvatningu frá hæðum og við vitum hvernig drottinn vinnur, sum allavega, að hann að nota okkur þessar breyskumenn til að örva og uppörva sitt fólk hér á jörðinni. Það verkslagi hjá honum. Þess vegna það svo mikilvægt að ég og þú við skiljum hver við erum í Kristi og hvernig þetta virkar í Kristi. Hann sem sagt talar í gegnum sinn mann og sína konu þegar viðkomandi stígur á þann stokk sem henni ætlað, sem honum og henni ætlað. Og nú ég á mínu stokk og tala af honum vegna þess að þetta stokkurinn sem ég á að starfa og að vinna út frá. Hvar hann hefur komið þínu stokk fyrir, það veit ég ekki og var það ekkert það, þannig séð. Ekki nema bara það gaman að vita að margir, að sem flestir séu við þetta. En drottinn sér það og það í raun og veru hans áhyggjuefni, ekki mitt. Mitt áhyggjuefni eitt, vil ég endilega hafa áhyggjur, við erum nú uppteknir við það að hafa áhyggjur, að ég standi mikið í stikkinu hvað þetta verkefni áhrærir. Og ég stend mig í stikkinu, og veistu hvernig ég stend mig í stikkinu? Ég mæti. Þar stend ég mig í stikkinu og í raun og veru ger ég ekkert annað en að mæta. Drottinn hefur undirbúið þessa stund í þessar mínútur sem hún hefur verið til þessa og hann ætlar því að flytja okkur þau kvæði sem að munu gera það gagn sem hjartað tekur við. Þetta snýst ekkert þennan einstakling. Þannig að við ætlum núna að fara að venja okkur að því að deyja þessu dálæti á þessum einstaklingi og hinum, hvað trúna varðar, og lofa bara drottinn. En við getum auðvitað, ef við viljum og nennum, þakkað, en við erum umfram allt bræður og systur og umfram allt líka vinir. Það getum við verið. Það eitthvað sem drottinn elskar að sjá í sínum hóp þegar menn eru vinir og meira, þegar menn elska hverjir aðrar vegna þess að við sem tilheyrum Kristi erum öll fjölskylda hans.
Og hann vill draga upp myndina sem við eigum af æskuheimilinu okkar, þar sem að systkinahópurinn, já, hann tilheyrði hvorum öðrum. Að einstaklingar þar, þeir tilheyrðu hvorum öðrum, og þetta líka sem að gerist í söfnuði Guðs, að Drottinn hefur kallað okkur saman, þar sem við erum, sem endurfættar manneskjur. Við erum sem sagt fætt inn í annað umhverfi við vorum í, og þar fullt af fólki, mönnum eins og ég og þú, einstaklingar með sjálfstæðan vilja og allt það. Og Drottinn segir, elskiði hverju aðra. Elsku við hvorir aðra. Ég veit ekkert um það, en jú, ég held við gerum það nú, en það allt í lagi að minna sjálfan sig og aðra á hvað Drottinn að segja. Þetta ekkert orð frá mér. Þau skipta jafn litlu máli og þínál. En það sem orð Guðs segir, þá skulum við leggja við eyrun. Því að þau eru sannleikur, þau eru kletturinn, og ef við erum þar, þá erum við nú aldeilis að búa okkur til flotta framtíð. Eins og ég sagði áðan, þetta skiptir snýst ekkert um einhvern einstakling. En þar erum við svo oft stödd, vegna þess að við erum oft svo lítil í okkur. Við erum alltaf að horfa upp til stóru manneskjurnar og miklu manneskjurnar sem ég lofa og segja og hún bara eins og þú. Stundum hún öll krumpuð og begluð í sér sjálfri. En kannski komin skrefinu lengra með sitt líf en til að mynda ég og þú, að hún fljótari að vinna sig út úr sínu krumpi og gera allt saman slett og fellt aftur. Þetta vinnan við það að vera kristin manneskja. En við deyjum ekkert öllum krankleika þannig séð. Þetta það glímuefni sem að mun fylgja okkur, já, bara svo lengi sem við lifum. Þannig að trúin á Krist dagleg barátta og stundum mjög hörð barátta með jafnvel alls konar spurningum sem koma upp hjá okkur hvort að þetta hafa verið rétt að fara þessa leið. Það alls konar sem að getur komið upp hjá okkur. Hver staðan mín og hver staðan þín akkurat núna? Erum við farin að spyrja okkur sjálfa býtum við, akkur var ég að fara þessa leið? Ég segi það að það alltaf góður og besti tilgangurinn að fara þessa leið. En þetta eitthvað sem að Drottinn vill að við sjáum dagstaglega. Og nú dagur, flottur dagur í dag, til þess að ég mitt sjá þetta. Og þá förum við að lofa Drottinn í hjart okkar og lyfta upp nafni hans, já, í hjart okkar. Og því að þar á það að vera upplyft og gnæfa yfir öll önnur nöfn sem að mögulega vildu komast fyrir ofan hann, og þau eru mörg þessi nöfn sem vildu komast fyrir ofan nafni Jesú hjá þér, og þú ræður því alveg sjálfur og sjálf hvaða nafn efst. Þannig það að vera kristinn maður, sem ég veit að þú bara að vinna. Stanslaus ástundun og árétting alls konar sem við erum að gera. Ekki til þess að keyra okkur niður, ekki til þess að draga úr okkur. Þetta til þess að við vitum nákvæmlega stöðun okkar í þessum efnum og hver staðan í þessum efnum. Já, ég farin að efast að til góðs hafi verið barist í öll þessi ár. Ég svara þessu fyrir mína part, en ég sé ekkert eftir því og hef til mig hafa barist trúaranna góðu baráttu upp á hvern dag og gera það enn. En ég bara ég og ég einstaklingur sem svara með þessum hætti. Ég veit ekki hvaða svar þú gefur, en ég tel að þetta sé samt góð stað að vera í, því við þurfum alltaf að vera að kíkja á okkur sjálf annan vefið, ekki? Þessi dagur dagurinn strangt til tekið, og þetta vitum við öll, dagurinn sem felldi mig í raun og veru. Ekki einkennilegt að tala svona?
Nei, ekki í því ljósi ef þú kíkir yfir sviðið. Og hvað eru margir sem að þú veist sem að eru bara hreinlega fallni frá. En það er auðvitað erfitt að svara þessu já eða nei, því að þú veist ekki þó einhver sé svona til hliðar hvort það sé fallin frá. Það er orðið miklu erfiðara og flóknara mál þegar menn bara segja ég er fallin frá, en þeir geta verið á þeim stað með sjálfan sig að þeir spyrji sjálfan sig býtu við til hvers var ég að þessu? Leggjandi þetta á mig, svoleiðis trúfastur og hálfa verið nóg, segjum við, það er ekkert að hjá okkur. Svona bara er lífið. Það er atgangur í lífinu, það er harka í lífinu og þessi harka, hún færist alltaf í vöxt vegna þess að það er alltaf að verða minna það að menn elski sinn Guð. Ég elski Guð, sannan Guð. En þetta, ef við sjáum þessa mynd svona, á að vera með þau áhrif að þau efli okkur. Ég get sagt, ef ég verð þess áskynja, ég ætla ekki að fara þessa leið. Með hinum. Ég ætla að lofa minn Guð. Ég ætla að elska minn Guð. Ég ætla að vaksa í trúni eins og ég hef alltaf gert. Sjáu ekki mátt ákvörðunarinnar hjá einstaklingi. Hann er alveg augljós. Þetta er það sem við verðum að gera. En við förum svo oft léttuleiðina og setjumst niður í væl og vol. Þetta er einhvern veginn, þessi uppgjafar hugur hjá mönnum, hann er svo nálagt okkur. En Drottinn er með svo margt inn í þetta sem við vitum ekki vegna þess að við erum kannski ekki að lesa orð Guðs svo mjög, eða stúdera það svo mjög. Hann talar hvernig ætlar þú ef þú getur ekki gengið með fótgangandi mönnu, hvernig ætlar þú að hlaupa með hestunum? Hvað er hann að tala Þessu vorum að tala áðan. Að við setjumstu niður, spyrjum okkur, til hvers var þetta allt? Og það er alveg pottþétt að þegar við setjumstu niður og tölum þessum hætti, erum við komnir á stað uppgjafarinnar og ekkert annað. Þetta er eitt af því sem við þurfum að tala Og þetta er eitt af því sem getur gefið skilning á hvers vegna menn gera eitt og annað. Að því við erum veiklunda fólk. Ég þarf að efla mína trú. Og ég sé, manneski, þessi er alltaf bara svo sterk. Hvað veit ég það? Að því ég er ekki þessi manneskja. En að því að ég hefur reynslu í trúnni, hún vex, auðvitað því að ég er í trúnni, þá gæti ég hort til hennar og sagt við sjálf mig, já, þessi kann lagið á því að vinna sig upp úr erfiðleikum. Hún kannski líklega einhvern tímann hefur staðið sig að því að segja, til hvers var þetta allt? Ekkert nema puð og erfiðleikar og svo þetta núna. En samt er hún þarna alveg svoleið spriklandi, fallegu og fjörugu í Guði, að því að hún tók sér alltaf taki. Þetta er það sem við höfum að horfa á í fari annar, ef við viljum það, til að uppörfa sjálf okkur. Veitum við, hvernig fór hún að þessu, maður eða kona? Það er bara ein leið. Hún fór aftur að lofa Guð. Ég sem einstaklingur get og þarf aftur að fara að lofa Guð. Og þá er ég þessi yndislega uppliftandi manneskja lofandi Guð, eins og ég hef alltaf gert. Þetta er svo hvatning sem Drottinn vill hafa fyrir okkur í dag. Af hverju? Að það er fullt þarf á því, og veistu af hverju? Að illskan er alltaf að vera meiri og meiri í þessum heimi. Og þó við séum ekki af þessum heimi lengur, þá erum við í honum. Og við erum að horfa stælega
í augu við allt þetta sem ekki beint til uppörfunar fallið, heldur niðurrifst. En við eigum annað. Við eigum staðinn þar sem uppörfunin og það í söfnuðunum okkar. Það meðal annarra kristinna manna og kvenna. Þetta bara svona hvað sem við segjum þetta. Og núna skiljum við betur hvers vegna Drottinn segir að við skulum elska hverjir aðra. Okkur finnst ofboðslega erfitt að elska þess og þessa. Akkur svona ofboðslega erfitt að elska þessa og þennan? Eitt svar við því, það eitthvað óuppgert í hjartanu þínu. Kannski tengist ekkit viðkomandi því þú þekkir hann ekki leið. En eitthvað í þér sem að þú hefur aldrei geta unnið frá þér, þess vegna treysturðu fólki, mönnum og konum svona illa. Og það ekki gott veganesti, það ekki gott að búa við þetta og vera í þessu, því ef þú ert í þessu, og ég segi margir eru í þessu, þá myndu alltaf verða fyrir vonbrigðum. Þannig að þú sérð og ég sé og við sjáum að það aldeilis verk að vinna. Aldeilis verk að vinna. Þannig að þú sérð að þetta leið og þessi leið heitir auglit Drottins. Og þetta auglit getur sótt hvenær sem þú vilt. Af hverju? Af því þú ert trúuð manneskja. Og stundum þarf að minna þig mjög oft á að þú sért þessi trúaða manneskja. Og ef þú þarf að minna þig oft á það, þá skaltu bara minna þig oft á það. Þú gerir það sem þarf til þess að trúið þín haldist og meira vaxi. Og þá má lofa að lengra líður á milli staða þar sem þú fellur niður í sjálfa þig og sjálfa og segir, til hvers var ég að þessu öllu? Meira ertu farin að efast Krist og ert svona til hlés vegna þess að þú ert farin að efast þennan kraft sem Kristur á. En Drottinn segir við þig, hafur einhvern tímann upplifað kraftin minn, segir Drottinn við þig, myndu upplifa hann aftur og hvað núna segir hann núna? Komdu til mín og við skulum bara dansa saman. Vertu ekki að fara neitt. Og sumir keyra í sig þarna og koma tilbaka og upplifa það sem þeir stigu út frá að Kristur hinn sami. Það hefur ekkert breyst hjá honum. Og þetta alltaf mikill lærdómi fyrir mann og konu sem að vaknar þarna og segir að ég sjálfur brást, ekki Kristur. Af hverju brást ég? Það getur verið af svo mörgum ástæðum sem að ég bregst. Til að mynda ein ástæðan svo að ég sá þetta aldrei almennilega rétt. Eða þá ég fór að draga upp rangar myndir af því sem var að gerast sem að lengd mínar vegna í trúnni hefði átt að vera komin. En hún ekki komin. Og hvað að gerast hér? Þessi hræðilegi tími að Drottinn með okkur í reynslu. Við að berja okkur á brjóst og allt það. Sér búin að ná þessu. En ég lofa því, þegar við komumst á þennan stað og við höfum engar sannanir fyrir því ef við höfum náð þessu, þá mun að setja okkur á stað, það sem við sjáum, ég nú bara ekkert búin að ná þessu. Hvað það annað en að við ekki búin að ná þessu eftir jafnvel langa dvöl með Kristi, það sem við segjum, til hvers var þetta allt? Sjáum við ekki að við erum ekki búinir að ná þessu. Í hinu orðinu erum við fyrstir manna til þess að viðurkenna að Kristur breytist ekkert frá degi til dags. Hann sé hinn sami eins og hann hefur alltaf verið. Þetta segjum við líka og hvað oft hefur við ekki sagt þetta. En hvað uppi núna? Ég nú farin að efast alls konar í þessari trú.
eitthvað brást innra með mér, en breytir ekkert Kristi. Og hann býður mér að koma til sín aftur. Og ég kem aftur. Og kannski eftir einhvern tíma þá er sama staðu uppi. Maður spyr sér býtu við, til hvers var ég nú að reyna þetta allt? Ég tek það fyrir fram að ég er ekki þessi maður. Og ég þakka Guði fyrir það. Ég hef aldrei verið á þessu stað að ég hef eitthvað verið að eyðrast fyrir það sem að, já, ekki staðið sér nógu vel. Ég hef aldrei verið þar. Ég hef alltaf haft hann síðan að reyna bara að standa mig hér og nú. Ég hef alltaf verið með það á hreinu að maður gat eiginlega ekki kannski gert betur í dag. Og það er bara ágætt. Við þurfum að byggja rétt undir okkar líf. Og það er það sem Kristur vill þegar hann er að kenna okkur frá degi til dags og alltaf og stöðugt. Myndu það? Þú sem trúir á Krist, þú ert alltaf við kennsluborðið hjá honum. Af hverju? Hann segir það sjálfur, ég mun ekki sleppa þér hendinni. Þannig er nú það. Þannig að við höldum áfram. Við höldum áfram að nota árin okkar að því við erum enn borð í bátnum sem að Kristur sjálfur stýrir og leiðir og fer þangað sem hann sjálfur vil á hverjum tíma og ég er með að því ver sömu leið og báturinn fer. En Drottinn vill að ég læri það þó sé alls konar í gangi að vera bara með daginn með sér. Býtu, hvernig er dagurinn í dag? Já, nú snemma dags í dag þegar þetta er gert. Ég veit ekki hvernig það fer. En ég ætla nú samt að reikna með því að hann verði bara harla góður. Og hvað er ég fyrir mér í því? Ég er fyrir mér mína trú sem ver mig og ég er reynsluna baki sem er líka á vissan hátt sín vörn. Já, þetta hefur nú allt farið vel hingað til og akkur ætti eitthvað að breytast núna. Ég lofa Drottinn ennþá eins og ég hef alltaf gert. Og hann er mín vörn. Og þessi vörn heldur. Þannig þið sjáu það að ég þarf að rifja upp margt fyrir mér sem setur mig á þennan stað. Og þess vegna líka erum við að þessu. Að við staðsetjum okkur upp og nýtt á þeim stað sem er góður staður. Og hvað er betri staður en í Kristi? Á þetta er sótt. En sigurinn er vísi á þér. Á þetta er sótt. En það er ekki þar með sagt að þú eitthvað hreyfist af því. Það er sótt að alls konar. Og viðbröðin eru auðvitað misjöfn. En þú getur verið komið þannig sjálfan þig á þann stað að þetta hróflar ekkit við þér. Og þegar þetta byrjar, þá segir, heyrðu, ég er nú lent í þessu áður. Þetta er ekkit nýtt. Og þú segir, vík brott Satan. Og honum er mjög illa við að heyra þetta, vík brott Satan, því hann er svo groppinn. Hann heldur hann sé Guð, hann heldur ennþá hann sé Guð. En svo kemur lítill kall eins og ég, með Jesú í hjarta mínu, sem er að stuða hann. Dirfist að segja svona, vík brott Satan. Honum er ekki vel við það. En Drottinn elskar að heyra þetta frá þér. Þegar þetta er sjálfur sannleikurinn. Satan er sigraður, og hver sigraði hann? Var það ekki Jesú? Og hver sigraði Jesú endanlega Satan? Á krossinum. Og staðfesti með upprisu sinni. Að hann lifir. Það er á þetta sem að er kastað dula. Það er upprisu. Og það er viljandi gert. Því að sá sem að tapaði er alveg skelfilega tapsór og heftuður og illur fram í fingurgóma. Þess vegna er allt þetta að gera sem við
er að byggla okkur og bukta og byggla okkur og jafnveg skelfa og hræða. Svo það nú, förum við nú yfir þá sögu og hræðslusögun okkar og við getum nú því miður ekki annað en staðfesta, það var nú ekkert gerst hingað til. Það er ekki rétt mér. Hve oft hefur óttið þinn kólst yfir þig, að eitthvað gerir kólst yfir þig. Hvenær hefur óttið þinn og hræðsla við að eitthvað gerist, raun gerst fyrir augunum á þér. Aldrei, ég fullyrði það. Aldrei. Og þegar eitthvað gerist, þá komið að þér algjörlega í opna skjöldu. Það er ekki rétt hjá mér. Raunveruleikinn er eitt, það sem ég ímynda mér að gerist annað. Þess vegna segir Drottinn það, óttist ekki. Og er ekki eitthvað staðar sagt með þeim hætti að þú veist ekki hvað morgundagunum ber í skauti sínu? Nákvæmlega. Og Drottinn segir líka, áhyggjur dagsins nægja. En við erum áhyggjur ofan í áhyggjur eitthvað sem er fyrir framann. En segir svo í hinu orði, ég ekki hugmynd hvað er fyrir framann. Samt hef ég áhyggjur að því. Hvað er fyrir framann? En þarna er gott að horfa tilbaka, sem við kenna við ekki að horfa tilbaka. Þetta er ofurtrúin, en við erum ekki þar. En sumir horfa tilbaka og sjá, heyrðu býtu við, já, nú þetta er ekki til fyrsta skipti sem ég hef áhyggjur, en það var aldrei neitt gerst. Þetta er ekki sannleikur, þetta er sannleikur fyrir mig. Maður vaknar bara inn í daginn og dagurinn er eins og hann er. Yfirleitt skemmtilegur en ekki alltaf. Þó dagur sem skemmtilegur eða ekki, þá gerðist ekki neitt. Nei, ég fekk mér að borða á svipuðum tíma. Og ég fór að leggja mig á svipuðum tíma. Og svo vaknaði ég á svipuðum tíma. Og svona hefur þetta bara gengið og í dag er ég á 71. aldursári. Svona er mín ævi. Það er ekkert stórkostlegt skeð í mínu lífi. En ég er eins og þú að ég oft hef haft áhyggjur af alls konar og stundum vaknaði upp, ég segi nú ekki skelfingu lostin, en kannski með svolítinn ótta í hjarta mínu. Ég veit að þú ert ekki hræddur við neitt. Segir allavega, en þú veist betur. Við tölum þetta bara eins og þetta er. Og við höfum líka að læra það, en einn kennslan, góða kennslan, tölum bara hlutina eins og þeir eru. Og það hef ég lært, og ég geng út á það í dag, og hefur reynda lengi gert, að ég er alveg óhræddur við að segja sjálfu mér sannleikan. Já, ég veit sannleikan sjálfa mig. Stundum heyri ég sannleika sjálfan mig, að sumradómi sem ég bara kannast ekkert við. Það nú sérð að það er svo margt sem við getum gert sjálf til þess að styrkja okkur. Því við erum í þessu fallna heimi sem hringsnýst og lígur upp á hvorn annan eins og hann getur. Af hverju? Að því heiminum er stjórnað föllu eðli sem er ekki að sætta sig við það að vera þetta fallna eðli og er raun og veru ráða engu. En það fer mikinn og setur upp hulu sem að ljós Drottins kemst ekki í gegnum, þessa hulu, Drottinn þarf að fjarlægja huluna til að ljósið hans komist í gegnum og það getur enginn hann. Og að því að ljós Drottins sést ekki, nema svona hálfgindings og ekki það, þá er þetta að segja fólki hvað sem er. Og það er ástæðan fyrir öllu þessum ótta. Það er allt í gangi sem er til að vekja ótta.
og menn ringjandi hvernig annan og talandi sem ótta eða segjandi frá ykkur þarna og það gerist ekki neitt. Það er nú aldrei búið að vera ótti í kringum þennan og pælingar í kringum þetta eldgos á þarna við Grindavík og þar. Það ekki? Alls konar pælingar í gangi. Og menn upptekni við að segja fréttir frá þessu vegna þess að þetta er allt saman byggt á ótta. Já, ótta. En þarna eru hlutir að gerast sem allir vita, hvert mannsbarn veit að þeir ráða engu Samt er allt gegnum gangandi og ótta. Þetta er maður, þetta er mynd af manni, mér, og veikleika mínum sem ég er fullur af. Men ég er lukkuna pamfíll, að tjaldið sem er dregið fyrir vantrúni er ekki dregið fyrir mér vegna þess að ég trúi. Og hvað merkir það? Ég hef alla burði til að fá til mín sannleikana sem að Drottinn sjálfur ber til mín. Og hvað segir hann mér núna, Konráð? Ekki óttast. Ég mun vel fyrir sjá. Og svona orð fyrir trúna, hressir trúna. Með öðrum orðum, ég tek við henni, trúi mín tekur við því og ég hressist af því. Hvað hefur þú sem átt ekki til trú til að hressa það af í raun og veru? Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Því að þú sérði ekki sannleikan. Og að þú sérði ekki sannleikan, þá lifur við vantrú. Og það er erfitt að komast að vantrúni og ég get ekki gert það. Þannig að ég reyni það ekki. En ég get gert það sem ég get gert og það er að tala Jesú. Hann kemur þegar tíminn er réttur, sviftir burt. Og hvað gerir? Hei, það er til Guð. Á auga bragði, sekúndu broti skeður þetta. Hei, það er til Guð. Þetta var mín upplifun af Kristi, Jesú Kristi. Og við erum ennþá mjög nánir vinir og bestu vinir. Og í þetta hef ég haldið og gengi í gegnum þykkt og þunn, en haldið alltaf í þetta og hér er ég enn að tjá mig Jesú. Ekki eitthvað annað, heldur Jesú. Ég ætla að halda áfram að tjá mig Jesú. Og mín síðustu orð á þessari jörð verða Jesú. Gott mál. Hver langur tími er eftir veit ég ekki og mér langar ekki til að vita En mér finnst gaman að vera lifandi manneskja, því get ég lofa það. Elska að lifa lífinu og elska þetta 1000 sinnum meira eftir að ég sá Jesús mér við hlið. Þetta er það sem við þurfum. Og svo er ég mjög þakkláttur fyrir það líka að ég hef aldrei hort á menn. Ég hef alltaf hort á Jesú. Ég hef búin að vera í söfnuðum með þetta og allt saman það. Og þú þetta og við styðjum forstöðuna, það er ekki málið. Og verðum forstöðuna. En við horfum á Jesú þrátt fyrir það. Forstöðan er eins og hún er. Það getur allt gerst hjá henni, alveg svo bara hjá mér. En að því að ég horfi á Jesú, þá er sama hvað gerist þar, að það breytir engu í raun og veru fyrir þig. Því að þú horfir alltaf á Jesú.
Og svo sem gerir þetta, henni er við engri hrösun hætt. Þannig að þú hengir ekki hattinn eða húfu á þetta fólk með allar virðingu fyrir því. Heldur horfur á Jesú, fylgir Jesú daglega. Og þá ert þú alltaf með allt þitt í friði. Og sveiflur í kring rýni ekki á þér. Af því það sem þú býrð og byggir upp í Kristi er til staðar. Það fer ekki. Og þetta er líka boðskapur sem þarf að heyrast og tala vegna þess að það hefur svo margt gerst. Og það sem hefur margt gerst, bæði gott og vond, er til að læra af. Og hvað viltu? Þú vilt standast. Þú vilt standa þig. Og þú stendur þig. Og þú veist hvað styrkir þig. Þú veist á hvern þú ert að horfa. Og hver er að horfa á þig núna? Jesús er að horfa á þig núna. Og hvað segir hann við þig? Haltu gönguðinni áfram. Vertu áfram styrk manneskja í Jesú nafni. Og hlustaðu eftir orðum hans, því sem hann segir. Þegar þessi orð, segir Drottinn, eru fyrir þig. Og ef þú tekur við þessu, má lofa því að færri stundir koma framvegis þar sem þú sest, horfir í gaupnið þér og segir, til hvers var ég að þessu? Og íslensku máli heitir þetta að hafa gefist upp. Fyrir hverju? Ég veit það ekki fyrir hverju. En ég veit bara að maður er veiklundaður og hann glímir við alls konar, bæði ég og þú. Hann er öflugi sterki maðurinn, hann er ekki til. Og sé hann til, er það vegna þess, hann hefur ræktað samfélagsheitt við Jesús með réttum hætti. Allir hafa séð og reynt ýmislegt, en sumir hafa þrátt fyrir það alltaf tengt sig við Jesú. Alltaf, aldrei menn. Þeir sem tengja sig við menn falla ef þeir falla. Og við veitum að sumir hafa fallið. Og þegar menn falla, eða konur, þá fer fullt af fólki með því. Af hverju? Þetta horfði alltaf á þetta fólk en ekki Jesú. Sjáðu ekki hver kennslan er? Jesú. Ekki manneskja. Sem er jafn breisk og ég og þú. Og þú veist alveg breiskleika þinn og ég veit minn. Og ég segi, aðrir eru svona líka. Og ég segi, ég get ekki lagt traust mitt á þetta. Ég verð að horfa á Jesú. Og það hef ég gert. Og það er minn styrkur og verður áfram minn styrkur og Guð gefur mér að hafa þessa sín á. Af hverju? Af því hann vill gefa mér hana. Við erum að hafa góð boðskap í dag. En það ekki vona á öðru með sjálfan Jesú yfir. Og við þakkum fyrir menn og konur sem að færa okkur hressilegan góðan boðskap og þeir eru margir, bæði mennirnir og konurnar. Þannig við erum með þetta allt í kring. En við þurfum að vita hver við erum. Mitt nafn er Konráð Rúnar Friðfinsson, ég veit ekki þitt nafn, þarf að meðtaka þetta. Því ég vil ekki falla niður þá gryfju og segja til hvers var þetta allt. Ég segi, víst er gagnaði sem ég hef verið að gera. Það er svo litið annar tónn í þessu eða ekki, heldur en hinu. Þannig að við förum framvegis, keikir og hressir
og lofum Drottinn sem aldrei fyrr, í Jesú nafni. Við segjum þetta gott og ég held þessu áfram eins og Drottinn vill, ekki best þannig.